svona fyrsta rimman auðvitað, eins og segi, allir leikir í handboltapassanum, ítryggur það. Það eru 2 leikir á miðvikudag og 2 á fimmtudag. Við ætlum að taka þetta í þeirri röð sem þetta svona kom inn og við ætlum að byrja á auðvitað Valur HK sem er auðvitað fyrsta og 8. sætið og svona fyrirfram myndi flestir segja 2-0 fyrir Val. Eru þið á þeirri skoðun líka? Já, ég á þeirri skoðun. Ég meina Valur bara með þeim mun meiri gæði, eru búin að spila frábærlega. Ég hugsa að þetta svona verði það innvígi sem að verður kannski minnst spennandi en hérna vonandi bara kemur eitthvað annað í ljós en ég hugsa að Valur fari svona nokkuð þægilega. Já, fyrirfram þetta auðvitað svona valsmegin, möguleikar HK og líka kannski Brynjar Vignir hefur verið að vakna í markinu hjá HK. Kúkóbati kominn aftur. Kúkóbati kominn aðeins, svona gamla afturlíka dúoðu mætti að loksins saman á parketti í HK eftir ákveðin tíma á meiðslalistanum, þannig að hann kannski gæti verið eitthvað svona vopn í HK-liðinu sem gæti snúið þessu ef við gefum okkur það að Bjöggi finni sig ekki. En auðvitað Valsararnir verðskulda deildarmeistarar með frábæran leikmannahóp, stóran leikmannahóp, með auðvitað Arnór Snæ sem hefur bara verið einn jafnbesti leikmann í deildinni síðan hann kom. Maggi Óli, hann núna allt í núna 100% Robbi, þú veist, hann farin að núna vera klár sérstaklega varnarlega fyrir þá. Bjarni Selvindi, Gunnar Róbertsson. Allan Norsberg. Dagur Árni. Já, svo er það spurning hvort að Dagur Árni sé. Dagur Leó Fannarsson. Já, ég meina, þú veist, þeir eru bara með frábært lið og auðvitað og eðlilega þá spámenn valsigri þar en hver veit, kannski loka Brynjar markinu. Það er spurning, en svona flestra augu beinast að rimmu FH fram. Við erum að tala FH sem lenti í öðru sæti og við erum að tala Íslandsmeistara fram auðvitað, 2-faldir meistarar á síðasta tímabili og þetta er auðvitað rimma. Það er þannig áttalið úrslitunum, Rakel, að þú þarft bara 2 sigurleiki og margir sem að vilja meina að það sé svolítið svona naumt skammtað með ef það út að spila heilt tímabil og vinna þér inn rétt og síðan getur þú dottið út eftir 2 tapleiki á 4 dögum. Já, einmitt, þetta geti verið í raun og veru bara búið eftir 4 daga fyrir annað liðið og það er alveg klart mál en ég hugsa að F-fáingarnir ánægði með annarsæti en þeir hljóta að vera svona pínusvektir yfir hvaða mótherja þeir fá í 7. sæti. Fram er búið að vera rosalega vaxandi, áttu bara auðvitað erfitt haust í Evrópukeppninni, mikil meiðsli. Nú eru leikmennirnir að koma tilbaka og maður sér líka þessi Evrópukeppni er núna kannski að skila þeim, skila þeim í raun og veru inn á völlinn, hefur svona orðið þéttari og þú veist, eins og segir, þeir eru ríkjandi Íslandsmeistarar, þeir eru með frábæra leikmenn, þannig að þetta verður erfitt fyrir FH en við skulum ekki gleyma því að FH eru auðvitað bara búið að eiga líka frábært tímabil. En þetta verður svolítið svona eins og þessi leikur fyrstir í Kaplakrika. Já, ég meina Fram vann þar í upphafi móts sko, skulum ekki gleyma að FH reyndar hendi fyrir það en samt sem áður bara út af sögunni Fram sló FH út í fyrra undanúrslitunum sjáum þetta stórkostlega mark hérna hjá Narva. Þetta er svona viðurinn sem maður vill fá bara svona NBA-stæla á þetta best of 7 sko. Já, það er eiginlega bara þannig því að það er þannig svona víbringur í þessu og einhvern veginn sko finnst manni að þessi rimma er alveg upp í loft. Já, það er mjög erfitt að spá í þetta. Eins og ég segi, F-fangarnir eru búin að eiga betra og jafnara tímabil en Framararnir, ég held að þeir hafa ákveðið sér snemma að stefna bara úrslitakeppnina. Þú veist, þeir lendi í þessu vandræðum og svona miklu ströggli í kringum Evrópu og hópurinn einhvern veginn verður aldrei tilbúinn. En svo koma þeir núna inn bara sem eitt af heitustu liðunum. Þetta eru eiginlega 2 heitustu liðin í deildinni síðustu 10 leikjum sem að fara að mætast þetta og ég held að það sé bara rétt, ég meina að FH ánægð með annarsæti en þeir eru alls ekki ánægðir að fá Framarana og þar verða litlu hlutinir sem mun skera hér úr. Kannski einhver leiklið eða dómur. Já, ég vonandi verður bara mikil dramatík og við fáum allavega þennan 8-leik í mikla spennu. Þá er það 3. rimman sem við ætlum að fjalla Haukar Afturelding og liðin í 3. og 7. sæti. Haukarnir þetta bikarmeistarar og líklegri en það má ekki gleyma því Rakel og Einar að Afturelding vann báða deildarleikina gegn Haukum. Já, það er eiginlega bara hálfmerkilegt vegna þess að Haukarnir bara lengi vel í vetur voru eiginlega bara að spila best og voru einhvern veginn bara þéttasta liðið einhvern veginn en svo tapaði báðum
leikjunum gegn Aftureldingu. Þetta örugglega einhverjar tilfinningar þarna á milli að sjá Gunnar Magg farin yfir í annað félag og þeir, þú veist, Stefán og Gunni þjálfa saman og þannig að það er eitthvað sálfræðistríð þarna og Afturelding búin að hafa betur tvisvar, þannig að þetta er smá snúi. Þetta er bara mjög skemmtilegt einvígi. En við skulum hafa það alveg á hreinu, sko, Einar Baldvin þarna í þessum leik til dæmis. Einar Baldvin var náttúrulega stórbrotin fyrir Aftureldingu fyrir jól og var auðvitað þriðji markmaður landsliðsins og það hefur bara ekki verið alveg það sama. Til þess að eiga einhvern möguleika Einar tilur þá ekki að Einar Baldvin þarf að eiga bara 40% markvörslu í þessu leikjum? Jú, hann verður að gera það. Ég meina báðir þessi leikir sem Aftureldingu vinnur eru einmitt fyrir áramót, það sem Aftureldingu eru bara sjónandi heitir. Fyrsta 12. umferð, sko. Já. Þannig að þetta er svona í mómenti Aftureldingar meira sem kannski þessi leikir eru. Haukarnir voru líka mjög öflugir fyrir áramót, hafa svona aðeins sýnt á sér smá, að þeir séu smá brotættir eftir jól meira, þó þau náttúrulega klára þennan bikarmeistaratitil, en þetta einvígi, ég meina Haukarnir hafa verið að vaxa þannig að svona, þetta á að kannski renni í þeirra átt, en vonandi fáum við einvígi þar sem að þessi saga á svona, þú veist, að Gunni kannski smá stressaður að Steppi sé búinn á skólan tvisvar til og ég meina menn byrju að ofhugsa á hlutina og allt þetta. Þannig að ég sögulínan þarna er skemmtileg. Hún er skemmtileg og það er náttúrulega önnur mjög skemmtileg sögulína. Það er náttúrulega mestu ferðalögin hjá Vestmannaeyingum og Akureyringum, IBF, KA. Þetta var auðvitað svakaleg rimma og heimaleikjar rétturinn. Hann lendir þarna bara IBF megin vegna þess að Þórsarar eða KA-menn klúðruðu hraðri miðju í lokaleiknum móti Þór. Já, og það er einmitt það sem að þjálfarinn ætlaði að bíða með að taka leikli og leyfa að skjóta í tómt markið. Það er þetta. En það er aftur bara þetta litlu hlutinir. Þú veist, þarna er eitt mark í raun og veru sem bara skilur að hvort að KA fær heimaleikjaréttin og þetta er það einvígi sem að heimaleikurinn skiptir bara hvað mestu máli. Já. Þetta eru tveir sterkustu heimavellinir og bæði þessi lið eru bara mun líklegri á sínum eigin heimavelli að ná í sigur. Skemmtilegir stuðningsmenn hjá báðum félögum. Attitúti stuðningsmenn, þetta er svona... maður myndi vilja sjá bara fiskfélögin í sikuru landshlutunum bara splæsa inn að flugvél og fá áhorfendina með og fylla þessar hallir og En það er kannski eina í þessu, sko, að það er kannski töluverð óvissa með leikmannahópa beggja liða. KA-liðið var laskað, hefur verið laskað. IBVF, þeir voru án fullt af leikmanna í lokaumferðinni, þannig að hvernig hefur mönnum tekist til að tjastla mönnum saman? Já, ég á nú vonað því svona, sérstaklega með Vestmannaeyingarnir, þeir eru nú frægir að fara í einhvern svona leikþátt, sko. Nú vantar bara 8 leikmenn og svo eru þeir allir mættir, þannig að ég ger ekki ráð fyrir þeir verði, allavega flestir ef ekki allir mættir sem voru ekki í síðustu umferðinni. Og ég meina KA-mennir í rauninni líka, ég meina þeir missa Daða reyndar úr varnarleiknum, hann sleit hásinn. Bjarni Ófögur hefur verið að vaxa aftur eftir að meittist á fingri. Þannig að bæði lið munu vera með mjög sterka hópa og ég vona bara að KA-mennir haldi í trúna þó að fyrstileikurinn fari ekkert endilega í þeirra átt að þeir haldi allan að trúna og gefi sínu fólki alvöru einvígi. Einmitt, sko, þetta byrjar á miðvikudaginn, handboltapassin hér að það gerast áskrifandi gegnum appið sjónvarpið Símans. En ég ætla svona, áður en ég slepp ykkur, að þá vil ég fá hvaða 4 lið fara áfram, Rakel. Hvað fari í undanúrslitin? Það verður Valur í Valur HK. Það verður Fram, Haukar og IBF. Já. Það verður Valur, FH, Afturelding og IBF. Þið náttúrulega eru ekki til.